Komið blessuð og við höldum áfram hér í Hvítum Ávum og það komið nýr gestur, ungur maður með ólæknandi áhuga á leikhúsi og skrifum leikhús. Það Vilhjálmur Bragason sem kallaður Villi. Við tökum á mót honum hér, hittum hann. Sælir drengir. Allt tilbúið náttúrulega? Já, þetta koma. Það ekki? Bara kveikja á kertum og hafa þetta hugulegt? Akkurat. Það er mest að fara í það. Skal ekki kveikja á ljósinu? Já, svona. Býtum, já, hérna þetta. Við ekki hafa kerti? Já, þetta er hugulegt. Já, hana. Hana. Heyrðu, þetta er hljómandi. Jæja, Vilhjálmur Bergmann Bragason, vertu velkominn. Þakka þér kærlega fyrir. Ég hef nú kannast við alveg frá því að ég var strákur, lítill strákur. Já, já. Og þú hefur alltaf verið með, sko, ólæknandi, ódrepandi bakteríu fyrir leikhúsi. Já, það má segja það. Já. Það má segja það, að það við byrjað snemma, sko. Hvenær var það? Hvenær byrjaði? Hvað ertu gamall þá? Sko, það er fræg saga innan fjölskyldunar þegar ég fór í fyrsta skipti í leikhús, þá held ég að verið 4 ára og var í Reykjavík að heimsækja föðurfólkið mitt sem býr flest þar og við fórum að sjá, ég held að það verið dýrin í Hálsaskógi í Þjóðleikhúsinu og þetta var þeirra Örn Árnason og Sigurður Sigurjónsson voru að leika Lilla og Mikka. Já. Og þegar ég gekk inn í salin, ég var mjög snemma talandi og hafði svona frekar gamaldags orðaforða af litlu barni að vera og það var frægt að ég stöðvaði þegar ég í dyragættinni, þegar ég gekk inn í leikhússalinn, baðaði út höndum og sagði Drottinn leikhússalurinn. Þannig að þetta hafði snemma áhrif virðist vera. Og síðan þá eiginlega var ég haldin einhvers konar bakteríu því ég fór mjög snemma að biðja það að fá að fara í leikhús þegar heima fyrir norðan. Sko, ég var 5 ára þegar ég sá óperudrauginn inn í heimtað að fá að sjá óperudrauginn og djöflægjuna og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Og svo seinna meir fór maður að prófa að leika sjálfur og þar fram eftir götu. Já, og þú ert dreginn inn í það. En hvernig gerist það? Ég meina, þrátt fyrir það að þú hafir áhuga að... Það gerðist eiginlega þannig, sko. Ég var, hvað ætli ég hef ekki verið 8 ára gamall og er að læra upp í, þá hét Barnaskóli Akureyrar en var síðan Brekkuskóli. Og þá var Birgir Helgason var söngkennari þar. Söngmálastjóri. Söngmálastjóri ríkisins með meiru og það var þannig að einhvern tímann eftir söngtíma sem allir voru skikkaðir í á þeim árum að þá kallar Biggi í mig og biður mig að tala hans við sig og segir mér frá því að það séu áheyrnarprufur framundan í leikfélagi Akureyrar fyrir söngvarsleið sem þá átt að setja upp. Já, Sound of Music. Sound of Music. Já. Og bendir mér á það, hann haldi að ég eigi erindi í það. Já. Og ég náttúrulega veðraðist allur upp og ákvað að láta slag standa og það endaði með því að ég landaði þarna hlutverki. Já, varstu þá í sko einu af systkinahlutverkum? Já, ég var yngri strákurinn í þeirri fæslu. Já, en getur þú sungið líka? Já, maður getur gert það, sko. Spilar á hljóðfæri? Ég spila aðeins á píanó, já, en ég er alveg sjálfmenntaður í því, sko. En ég hins vegar lærði söng í 2 ára á sín tíma, sko. Nei. Jú, maður hefur komið víða við. Hérna þá sem sagt bara í tónlistarskólanum? Já, bara tónlistarskólanum hér, sko. Og hver kenndi þér? Sigrún hét hún og heitir. Nei, Sigríður fyrirgefðu. Aðalsteinsdóttir. Já, kannast við nafnið. Og En hún hefur ekki þolað nema í 2 ár? Ekki nema í 2 ár. Nei, það var nú eiginlega þannig, sko, ég byrjaði mjög snemma í því og svo hætti ég þegar ég ákvað að taka mig hlé öllu heldur þegar ég byrjaði í menntaskólanum, Þá hugsaði maður með sér að maður vildi einbeita sér að öðru og svo mikið að vera í félagslífinu þar alltaf
að maður svona hugsaði með sér að það væri kannski réttast að taka sér smá pásu. Taka upp frá listnáminu. Frá listnáminu, sko. Og það reyndar svona svipa leita því að ég lék nú meira með leikfélaginu á sínum tíma í jólasýningu sem hét sko Blessuð jólin eftir Arnmund Bachmann heitinn en það reyndar svona svipa leiti þegar ég að klára grunnskólan sem að ég ákvað að taka mér hlé frá leiklistinni líka því að ég hugsaði með mér sko ég hafði ennþá brennandi áhuga en ég hugsaði að það væri réttast að taka sér smá hvíld því ég hefði verið það mikið viðloðandi þetta starf allt saman að það veri hollt fyrir mig hugsaði með mér að taka mér pásu og sjá að einhverjum vissum tíma liðnum hvort að áhugin væri ennþá brennandi heitur og hvort þetta væri þá eitthvað sem maður myndi hugsanlega sko. En sko það sýnir sig að áhugin var fyrir hendi sko að hverju snerur þið þá? Ég meina fyrst áhugin var svona mikill hvað var það annars sem kom í staði? Sko það sem ég held að við ráði kannski mestu var það að svona undir lok grunnskólans ég fann að fikta við það að skrifa, ég að yrkja og ýmislegt svoleiðis og það var bara einhvern veginn þannig að ég skrifin einhvern veginn svona ég segi ekki heilluðu mig meira en þau einhvern veginn sko töluðu svona sterkar til mín en mér fannst ég hafa meira að segja heldur en í því að sko túlka sko alltaf orð annara eða svoleiðis. Varstu að skrifa ljóð? Ég var að skrifa ljóð og geri ennþá sko, ég er ekki bara bundin við sviðið sko, en ljóð og smásur og guð maður veit eitthvað. Hefur eitthvað verið gefið út eftir þig? Ekki ennþá, en það stendur vonandi til bóta jafnvel á þessu árið, það er svona ýmislegt í pípunum. Vil ég maður spyrja, hvað ertu gamall? Ég er 26 ára, verð 27 núna í sumar. Þú ert gömul sál. Já, ég hef svo sem heyrt það áður, sko. En það er svo mikið mitt að dæma það. Nei, eins og sagði þú komst inn í Jólakrúsið. Já. En þú ert, sko, þú ert Akureyringur, ekki rétt? Jú. Og hverju eru foreldrar þínir? Foreldrar mínir eru sko pabbi og reyndar ekki Akureyringur en hefur búið samt sko nógu lengi til þess að teljast allavega svona löggildur aðfluttur Akureyringur sko. En hann úr Kópavoginum, heitir Bragi Bergmann Vilhjálmsson og íslenskukennari og knattspyrnudómari lengi vel. Já. Dæmdi sko heimsfrægan leik á Íslandi, úrslitaleik í bikarkeppni. Já, ég hef heyrt það sko, Og svo mamma mín Dóra Hartmannsdóttir og hún borin og barnfæddur Akureyringur. Málari. Já, áttu mörg systkin? Ég á 2 systkini, ég elstur, svo bróður Snæbjörn sem ári yngri heldur en ég. Og svo systur sem 5 árum yngri, Ingibjörg. Já. En sko, þú tókst þér pásu frá listinni í menntaskóla og fórst að skrifa meira. Já. En varstu alveg búin að velja hvað þú ætlaðir að gera? Nei, ekki sko, ég var ekki búin að njörfa það alveg niður. En hvaðan kemur þá þessi áhugi á menningu, listum og að skrifa á þess áttar? Ég bara hreinlega, ég hugsa þetta sé bara eitthvað sem maður drakk í sig. Lastu mikið? Ég las mjög mikið sem barn og hélt til bara meira og minna ofta á Amtsbókasafninu. Já. Og reyndar til að snemma líka sko, ég sé að verið svona 12-13 ára þegar ég fór að sækja í bækur á ensku líka, þannig að maður svona víkka sjóndeildar hringinn. Fljótt talandi á ensku? Já. Mjög fljótt sko. Og þess vegna náttúrulega valdirðu það að fara til framhaldsnáms til Englands? Já, ég hugsa það líka af því bara sko svona enskar og breskar bókmenntir og menning höfðaði einhvern veginn miklu meira til mín heldur en sko á meginlandinu þó að það sé frábært að koma til meginlands-Evrópu og allra þeirra frábæru borga og bæja sem að finna þar. Já. En sko, svo klárar væntanlega stúdentspróf hér á Akureyri. Já. Og hvað, ég meina, fórstu síðan í háskóla hér eða? Sko, þetta ég kláraði menntaskólan 2008
og ákvað svo sko síðasti veturinn í menntaskólan það var mjög mikið að gera hjá mér. Ég gegndi embætti, ég var formaður nefndafélagsins í menntaskólan og ýmsu huga, og eftir þennan síðasta vetur í menntaskólan þá ákvað ég að taka mér sko árs pásu. Þú ert alltaf einhverjum fríum kopnum? Já, heldurðu sko. Þetta svona alltaf, maður þarf að slappa af svona í og með, það ekki? Já, jú. Nei, og tók mér sem sagt pásu, en ég var náttúrulega bara að vinna. Vann á þeim tíma í Eymundsson, sem bóksali. Svona milli þess sem ég var svona að skrifa, og svo reyndi ég að ferðast eitthvað aðeins, bæði til Bretlands og svo aðeins í Evrópu. En og svo fór ég í háskólann fyrir sunnan, Háskóla Íslands, og ákvað að læra sem sagt ensku og enskar bókmenntir. Já. Það var svona helst það, eða það fara í íslensku sem kom til greina. Þú hafðir hann alveg á hreinu, alveg frá 2 ára aldri. Já, en svo ákvað ég frekar að láta slag standa í enskunni. Já. Af því að því líka maður hefur allar þessar íslensku bókmenntir sko við hendina ef til þess kemur, að þá og að mörguleiti náttúrulega þegar að vera að stúdera þessar bókmenntir, þá grunnurinn svipaður, alveg sama hvers máls bókmenntir þú ert að stúdera. Hvað varstu lengi í háskólanum? 3 ár, en svo tók ég reyndar sko tók ég 1 árið í skiptinámi og var úti í London þann vetur. Nú. Kveikti það í þér að fara til London, eða hvernig var það? Já, ég hafði þetta komið mjög oft til London sko, var alltaf svona harð ákveðin ég ætti eftir að dvelja þar eitthvað. Já. Að þetta hún heillaði mig það mikið sko. Og er óbúslega skemmtileg borg að því leiti að hún er svo óbúslega fjölbreytt. Og það er svo mikill karakter og fjölbreyttur karakter finnst mér í borginu. Að það er ekki sama hvað hverfi til dæmis þú dvelur, þú kynnist alltaf einhverju nýrri hlið á London. Hvenær fórstu til London? Fyrst þá þegar ég þú meinar hvenær ég flutti? Já, flutti til að fara að læra. Já, það var fyrst þegar ég fór í skiptinámið sem var veturinn 2011 til 12. Já. Og svo aftur þegar ég fer í mastersnámið sem er sko 2013. Já. Vili, að fara svona til annarra borgar, þú varst, eins og ég segir, þú varst svona að fara og skoða þig og annað slíkt. Varstu alltaf einn á ferðum eða? Já, yfirleitt sko. Ég nefnilega var eiginlega búin að býta það í mig og stend dálítið staðfastur við það að það sé til sko, það er alltaf leið þegar maður bara að ferðast svona sé til gamans með einhverjum, en til þess að komi manni að einhverju gagni að dvelja svona erlendis á framandi stöðum, þó að London sé nú ansi lík okkar menningu sko, eða menningin í Bretlandi eins og hér, að þá held ég að það komi manna langmestu gagni að fara algjörlega á eigin spýtur og vera á eigin vegur. Því maður sér það svo víða að Íslendingum hættir til þess að svona rotta sig saman. Eins og öðrum þjóðum. Eins og öðrum þjóðum, vissulega. En þá sko, og það kannski skiptir minna máli í Bretlandi því að það sem að flestir hafa nú enskuna nokkurn veginn á hreinu. En þegar maður er að sjá fólk fara til annarra landa og allar að læra málið, en endar svo á því að hanga bara saman sko Íslendingarnir og svona. Já, eins og oft vil er það náttúrulega að segja, Já, og til dæmis sko fyrsta veturinn sem ég var út í London, þá hafði ég engin samskipti við Íslendingafélagið þar í borg. Hitti nokkra íslenska vini mína reglulega sko, en var að öðru leyti ekkert að blanda mér í sko samfélag Íslendinga úti, því að ég hugsaði bara með mér hver er tilgangurinn að vera hérna ef ég ætla bara hanga með Íslendingum, það er nóg af þeim heima. Langar til að hlaupa aðeins yfir og fara í sko, eftir þú kemur heim, þá ertu nú búið með námið en átt eftir að fara út aftur. Já. Sko, hvað ertu að gera? Situr þú bara og skrifar? Já. Það er það sem ég er að hefst við þessa dagana. Og hvað ertu að skrifa? Ég er að skrifa nýtt leikrit og svo er ég svona að dunda við það að byrja jafnvel á, ég er að gæla við þá hugmynd að byrja á minni fyrstu skáldsögu
Og svo ég að þýða sjálfa mig því að lokaverkefni mitt í skólanum var að ég skrifaði leikrit og varð að sjálfsögðu að skrifa það upp á engilsaxnesku og núna sem vinn í því að þýða það yfir á Ástkæra Ylhýra. Já, en ertu þá bara heima í herbergi og á náttfötunum að skrifa? Ekki kannski á náttfötunum en ég kannski í slopp á góðum degi sko. Já, en þú situr heima og ert að skrifa? Ég sit heima og skrifa sko. Má ég koma með þér og líta á skáldið eða stönum? Hjartanlega velkomin. Já, takk. Já, bara göngum við inn í dýrðina. Þetta þitt herbergi? Já, hér bý ég. Já, það bara þannig. Í þessu gamla húsi? Í þessu gamla húsi. Hvað þetta gamalt hús? Byggt 1900, þannig 115 ára. Já. Það orðið ansi fullorðið. Vili, hérna náttúrulega viskan sko í hillum. Já. Sko í hillum alveg. Já, það eru nokkra bækur inni sko. Það eru gríska sögur og það eru íslendingasögur. Já, og Jónas og Davíð Snorri Já, það kennir ýmissa grasa. Og hvað Shakespeare? Já, Shakespeare bæði hann á íslensku og ensku neðar, sko. Halldór Laxness. Halldór Laxness og já. Og Edgar Allan Poe, já. Það það sem ég segi, sko, þú ert náttúrulega, eins og hefur komið fram hjá okkur í spjallinu, sko, hinum megin að þú ert á kafi í þessu. Já, það er ekkert sem að kemst að annað en þetta? Jú, það ýmislegt sko, en það óbúslega gaman að þessu. Þetta spannar svo vítt svið, þessar bækur. Maður getur fundið nánast hvaða svið mannlífsins held ég í bókunum. En sko, áttu þetta sjálfur? Já, ég á þetta. Áttu allar þessar bækur? Ég á allar þessar bækur. Ertu búin að vera bókaormur frá fyrstu tíð? Ég hef bara verið forfallinn bókasafnari síðan ég bara man eftir mér nánast, sko. Nánast. Ég trúi því ekki. Jú. Hvað var það fyrsta sem þú heitlaðist af? Það fyrsta? Sko, ætli það ekki bara verið, ég verð ekki að segja bara sko af svona fullorðinsbókmenntum að það hefur verið ljóðin eins og Davíð og svoleiðis sem veiddi mig fyrst. Hvað sögðu skólasystkini þín þegar þú varst á kafi í Davíð meðan þau voru að fletta Andrésönd? Þau bara sögðu nú voða lítið þetta. Ég held að fólk hafi bara tekið því eins og hverju öðru hundsbyttir. Vilji, og það er þá hér við þetta skrifborð, eða púlt eða hvað kalla þetta, sem að viskan verður til. Já, viska og ekki viska. Jú, hér sitt ég við skriftir, sem sé. Þarftu næði? Svona hæfilegt næði. Það allt í lagi þó það sé eitthvað sko, það má ekki vera of mikið næði heldur. En sko, ertu eins og maður heyrir sko rithöfunda tala að þeir bara mæta í vinnuna og vinna. Það ekki, þú býður ekkert eftir því andinn komi yfir því. Nei, það sko stundum reyndar lendir maður í því að maður festist sko. En þá mikilvægt að fara bara að gera eitthvað annað sko. Það er mjög hjálplegt að sko ekki fara að gera eitthvað allt annað heldur að skrifa bara eitthvað annað. Ef þú ert til dæmis að skrifa sko leikrit eða hvað það nú og lendir á einhverjum punkti þar sem að þú festist, þá bara sko ágætt að taka fram aðra bók og fara að skrifa sko daginn í gær eða eitthvað. En hvernig var þetta í náminu þínu sko, eins og maður segir, í hvaða deild varstu þarna úti í Bretlandi? Sko, ég var í deild sem að sko miðar þetta er mastersnám, að þá sko miðaði hún dálítið út frá því að sko hún heitir Text and Performance og gengur dálítið út að það bæði leikskáld og leikstjórar í þessu námi. Já. Og hún gengur dálítið út af það sko fólk á bara að halda áfram að þróa sína listsköpun og í þá samstarfi jafnvel við sko aðra sem í náminu. Þannig að þá til dæmis eins og ég vann mikið með leikstjórum sem að höfðu svo aðgang að leikurum og þannig gátum við samnýtt okkar sko
þekkingu okkur öllum til, vonandi til góða. Já, en sko, hvað það sem að þú gerir í sambandi við að ljúka náminu? Hvað skrifarðu og þess að? Ég, í rauninni, sko, fólki var gefið alveg frjálst hvað það vildi gera og ég sem sagt skrifaði leikrit og skrifaði sem sagt, sko, svo þurftum við að skrifa ritgerð þar sem við svona réttlættum eða útskýrðum okkar listsköpun og hvað réði því að við ákvaðum að gera það sem við gerðum. Þannig ég sem skrifaði leikrit og skrifaði svo lærðan pistil eigið verk. Já, upp á einhvern svo mikinn fjölda síðna á þess að Já. Þitt eigið verk. Mitt eigið verk. Búið að dæma þetta? Þeir að dæma þetta núna. Nú sitt ég bara meðan ég skrifa og bíð eftir niðurstöðu, sko. Og verður hringt í þig og kannski sagt, Will, you passed? Já, vonandi, já, það kemur að því, sko, og svo útskrift, formleg útskrift í lok mars eða byrjun apríl, ég man ekki alveg. Og hvað svo? Svo bara halda áfram. Svo bara situr þú hér? Já, svo bara sitt ég hér eða einhver staðar og held áfram að skrifa vonandi, það bara skýrist allt. En skrifar á hverjum degi? Já, ég reyni það, sko, það koma náttúrulega dagar þar sem maður hefur kannski ekki tíma eða tóm til, sko. Hvað í bókinni núna? Hvað þetta? Þetta hérna eru einhver, sko, drög að leikverki sem ég veit nú ekki alveg hvað verður, sko. En það kemur í ljós bara, sko. Finnst þér þetta ekki ganga hægt til þú handskrifar þetta? Nei, ég nefnilega svo sérvitur með þetta, sko. Eins og hérna, þá skrifa ég, sko, ég skrifa bara öðru megin, handskrifa, og svo eftir því sem ég skrifa lengra, þá les ég mig alltaf í gegnum þar sem ég var búinn að skrifa áður og geri, sko, athugasemdir hérna megin. Já. Og editera og breyti og svo þegar kemur að ég að skrifa þetta allt upp í tölvu þá ég komin á það sem ég myndi segja kannski annað eða þriðja svona draft eða útgáfu af verkinu. Á meðan flestir, sko, myndu kannski skrifa fyrsta draft og byrja svo alveg frá grunni á nýju. Sko, hjá venjulegu fólki þá svona statíf með mörgum svona bírópennum eins og við köllum það. Já. En skrifarðu með þessu? Ég skrifa með þessu, sko. Lindarpenna? Já, og svo er stæða hérna pennum ef þessi skildi klikka, sko. Áttu fleiri lindarpenna? Já, nokkra, sko. Hvað, þetta eitthvað sérstakt? Þetta ég keypti þennan í Dublin, þetta þetta Waterman bara, sko. Bara? En hann nýtist mér ágætlega. Er gaman að skrifa með þessu? Það er mjög gaman að skrifa, miklu skemmtilegra heldur en, sko, einhverjum kúlupenna. Já. Þykir mér allavega. Já, þannig að þú ert, eins og við segjum, þú ert með alla stælana á hreinu. Já, það má segja það. Það má segja það, sko. Villi, takk fyrir þetta. Leyfðu mér að koma og skoða hérna heimiðinn, eins og við getum sagt. Já, bara mín var ánægjan. Og við skulum fara aftur og spjalla. Já, gerum það. Já. Já, Villi, það var gaman að fá að skoða kitruna þína heima. Já, mín var ánægjan. Já. Og sko, þegar menn eru í þessum bransa, sitja, maður hefur heyrt, sko, skáld tala um þetta, sitja við og þurfa að vinna. Já, það er alveg... Heilin þarf alltaf að vera í gangi. Já, það er alveg lífsspursmál. Hvernig gengur með þinn heila? Er hann ekki í virkur? Jú, ég held að hann sé bara í þokkalegu standi þrátt fyrir aldur og fyrir störf, sko. Nei, það er óbúrslega mikilvægt og ég held að það sé líka afar mikilvægt að, sko, oft fær maður hugmyndir og svona, en það er afar mikilvægt að, sko, að bara punkta hjá sér. Já, hvað gerir það? Ég geri það, sko, er alltaf með, eins og þið sáuð á borðinu hjá mér svona minnisbækur, sko. Já. Og svo láta hugmyndirnar gerjast af því að, sko, það er eitt að fá hugmynd og svo annað að vinna úr henni. Já, vissulega. Þannig að ég held að það sé alveg lífsnauðsynlegt. En hvar er hugurinn þegar þú ert að þessu? Ertu hérna heima? Ertu úti? Þann er nú eiginlega bara svona á einhverjum, sko, já, ég held að sé maður er náttúrulega bara þar sem maður er hverju sinni, sko. En svo fer það bara algjörlega eftir því hvað þú ert að skrifa, sko, hvert hugurinn leitar. Ertu búin að kynna þig eitthvað fyrir leikhúsunum á Íslandi? Það er allt í vinnslu, sko. Ég er búin að setja mig í samband við öll stóru leikhúsin og svo svona, eins og ég segi, svona ýmislegt í pípunum, þannig að vonandi bara
líður ekki á löngu þangað til að maður kemst að á íslensku leiksviði í einhverju formi. Þú ætlaðir að, ég ætla að biðja þig að velja eitt lag. Já. Ég hlakka til að vita hvað þú velur. Já, þetta var dálítið... Þegar við skoðum svo myndir með því líka. Já. Og það var dálítið snúið, sko, en ég ákvað hins vegar að velja því að ég hef lengi haldið, verið mikill aðdáandi píanósins hljóðfæris og í poptónlist þá eiginlega enginn sem ég dáist meira að heldur en Elton John. Já. Hann alveg, ég sé hann á tónleikum úti og hann alveg... Hann snjall. Snjall, sko, orðin ríkfullorðin spilaði, sko, 65 ára gamall í 3 tíma hlélaust, einn á flíklinum, sko. En þetta lag 40 ára núna í ár og kom út á plötu sem heitir, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy og merkileg fyrir þær sakir meðal annars að hún var fyrsta platan sem, sko, debjútaði í fyrsta sæti á Billboard listanum í Bandaríkjunum sem engin plata hafði gert áður. En þetta lag heitir Better Off Dead og sjálfsævisögulegt og fjallar sko strögglandi listamenn sem að reyna að hafa í sig og á í London í kringum 1970. Og mér bara svona, kannski ekki endilega uppáhaldslag mitt allra tíma en bara á vel við einhvern veginn. Já, það gott. Vilhjálmur Bergmann Bragason. Það var ánægilegt að fá að spjalla við þig. Já, mín var ánægilegt. Já, og við hlustum á þetta lag. Ég ætla að fá að taka mynd af þér. Já. Ertu til í það? Ég bara meira en til í það. Já. Skulum sjá. Kemur vel út. Glæsilegt. Þakka þér fyrir. Þakka þér sömuleiðis. Og gangi þér vel. Já, sömuleiðis, gestur minn. Takk fyrir mig. There was a face on a hoarding that someone had drawn on. And just enough time for the night to pass by without warning. Away in the distance, there's a blue flashing light. Someone's in trouble, somewhere tonight, as the flickering neon stands ready to fuse. The wind blows away all of yesterday's news. Well, they've locked up their daughters and they've battened the hatches. They always could find us, but they never could catch us. Through the grease-streaked window of an all-night cafe, we watched the arrested get taken.